Sýning fermingar hefst í 8 stofu í bókasafni Reykjanesbæjar nú helgina og stendur fram yfir hvítasunnu. Á sýningunni má sjá ýmsa skemmtilega muni úr fórum bæjarbúa sem tengjast fermingum, bæði í nútíð og fortíð. Hvernig kviknaði þessi hugmynd að halda sýningum fermingar? Það eiginlega aðalega vegna þess að það svo rík hefð hérna í Reykjanesbæ að fermingarhópar haldi saman og haldi svona fermingahópa hittinga. Það svona aðalkveikjan að þessu og svo líka bara því að unglingar eru svo skemmtilegt fólk og þetta náttúrulega þeirra tími til að skína. Og þið óskuðu eftir munum tengdum fermingum frá fólki. Hvernig gekk að safna þeim? Það gekk ótrúlega vel. Það bara það var svona svolítið lengi að fara á stað sko. Fólk var lengi að kveikja og sumir kannski pínu feimnir við að sérstaklega koma með myndir en svo bara gekk þetta hratt og örugglega núna undir lokin. Nú ertu væntanlega búin að fræðast heilmikið fermingar í þessu ferli. Er eitthvað svona skemmtilegt síðan í gamla daga sem þú getur sagt okkur frá, eitthvað sem tíðkaðist þá? Já, þá fermdust allar stelpur bara í sérstökum fermingarkjólum. Mér finnst það heldur svolítið skemmtileg pæling og svo hvítir síðkjólar. En svo síðan eftir á þá fara drengirnir að vera í kyrtlum líka. Og það ekki lengur í þessum kjólum. En þetta er skemmtilegt en kannski ekkert endilega eitthvað sem við viljum taka upp aftur. En já, það er ótrúlega margt og siðirnir breytast og svona umgjörðin í kringum þetta, hún er alltaf að breytast. Og það er líka bara svo gaman að sjá hvað fólk hvernig það lítur á þetta í seinni tíð. Fólk svona minnist yfirleitt dagsins svona með hlýjum hug og tekur úr þessu eitthvað annað en endilega bara gjafirnar. Eins og svo oft verið að tala um, að fermingarbörnin eru bara að gera þetta fyrir gjafirnar og eitthvað, en mér finnst það ekki vera reyndin. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is